Já, það hérna sem sagt að byrja að tekna raf loft rásir. Ég fara náttúrulega inn á Facebook og finna hérna verkefni eftir rafloft, smelli á það og opna það. Ég er búinn að því, þannig að ég ætla að hoppa hérna yfir. Það lítur svona út og fyrsta verkefnið er þetta hérna og ég ætla að sýna ykkur aðeins svona hvað maður þarf að gera. Þetta er endur ekki fyrsta verkefnið, en ég ætla að gefa ykkur smá svona kennslu í þessum hluta. Kannski við bara opnum hérna, opna það bara svona og þið sjáu hérna að hér eru tvær tekníkar, ein svona lofttekník eins og við erum búin að vera að gera, svo rafmagnstekník hérna eins og þið hafi vanist úr til dæmis fyrsta stýringar á hakanum. Og við skellum okkur á play hérna og þá sjá að þetta vinnur saman hérna. Tricks í þessu er, þið þekkið þetta allt hérna, flest ekki að þekki nú þetta er bara, þetta er hérna electrical controls ef einhver er ekki með forrætti alveg á hreinu. Og þetta er táknið fyrir sem sagt segulspólu með loka. Þetta er tilfelli þetta loftloki. Þetta er sama táknið á öllum teknikum. Ef að þetta er, þá þýðir að svona, þetta þýðir eiginlega bara krani, getur verið bara vaskrani, vaski eða hvaða lokið að krani sem er, allt loft, blussi, skiptir ekki máli. En það sem maður þarf að gera hins vegar er að það þarf að teikna alltaf þannig hlut tvisvar, og hérna í lofthlutanum þá notum við náttúrulega þessari sólinóti eða segulspólu stýrðu græjur. Sjáu þið, ég verð að skýra þennan hérna eitthvað, skýr maður bara Jón, og þá kemur hérna í endan en lítil grætt punktur sem það þarf að tvísmella á. Þá þarf þetta að vera Jón líka. Þess að þessi 1M1 hérna er þessi 1M1 spóla hér. Það er nú allt triksið sem að baka það. Síðan kemur annað að þegar það þarf að setja inn endastopp og við skulum sjá hvort að við mikið eitthvað svoleiðis verkefni hérna, að þá er þessi hér, þið munið eftir aktuðan labels hérna 1B1 og 1B2 hérna, þeir eru hérna sem snertur. Núna er þetta sem rafmagnssnertur í rafmagnsstýringunni en ekki loft endastopp ykkur. Þetta er þetta rafmagnssnertur sem að, og það kemur svona skrítið tákn á þar þegar, skal við sjá hvort það breytist ekki, ef að ég hérna netina til að setja bara 1B, það lítur út eins og venlega snerta 1B1, það kemur svona smá breyting á það. Nú þið takja eftir því að það eru spólunar eru allar merktar í þessu verkefni aukalega með uppsölun eitthvað, og það er
eldri merking, það er nýbyrjað að nota þetta M fyrir spólurnar í staðin fyrir upsilon, en á gömlum tekningum þá heita spólulokar alltaf upsilon eitthvað. Þetta er sem sagt verkefni 1 hérna og ég kannski ætla ekki að fara mikið meira í það, slökka bara á því svona. Og svo hérna er verkefni 2, þið sjá vantar virknilýsinguna. Þið notið bara stopp og pásu og spóla tilbaka eins og þarf. Svo býði til hérna verkefni 3 hér, með virknilýsingu á nefnilsista. Sjá hérna merkingarnar. Og verkefnin er alltaf sett upp þannig hjá lausnirnar í þessu kennsluefni að það er alltaf notað segulliði til þess að kveikja á segullokanum. Það er ekkert skrítið vegna þess að segullokin hann getur mjög auðvitað verið mjög straumfrekt tæki og ekki beint ástæða til að setja þann straum í gegnum einhverja mjög einfalda snertu. Verkefni 4, svo hérna það er bara þetta hérna, hlítindi nappar sko. Þetta er svolítið bjánalega auðvelda því að fyrir ykkur sem að kunni þetta, kennsluefnið er fyrir það sem að ekkert kunna í rafmagni sko. Hérna segulspólur sikur megin. Það skaplega einfalt. 6 hérna. Hér er komin þessi skynjari og skoðið hann svolítið vel. Sjáðu. Gera aldrei neitt hérna þessu tilfelli. Skoða það eitthvað eins. Og þá ætti þið nú að komast að stað með þetta.